En í ár fagna Íslendingar því að 100 ár eru liðin frá því að Kristján X. Danakonungur veitti íslenskum konum kosningarétt. Og það nú ýmislegt gert sér til að halda upp á það, þessi tímamót, og meðal annars þá ætlar félag Wikimedia notenda á Íslandi í sambindi við framkvæmdanefnd 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna að hittast reglulega, hittast vikulega á Landsbókasafni Íslands, þar sem að allir eru velkomnir og þáttækendur þeim boðið að bæta greinar sem fjalla með einum eða öðrum hætti kvenréttindi. Og hingað eru komin þau Hrafn H. Malmquist sem formaður félags Wikimedia notenda á Íslandi og Salvör K. Gissuradóttir sem sömuleiðis í stjórn félagsins. Verið velkomin bæði tvö. Takk. Ef við byrjum á því að fjalla hvernig ætlaði að taka þátt í þessu, hvernig ætlaði að haga þessu samstarfi við nefndina, að geta bara allir komið í Landsbókasafnið og byrjað að færa inn greinar sem hafa áhuga. Já, það er þannig og við erum reyna byrjuðum bara í janúar og byrjuðum reyna á því að fá ljósmyndir frá þessum sögulega atburði þegar konur fengur kosningarétt. Fengur ljósmyndir hjá ljósmyndasafni Íslands sem heyrir undir Þjóðminjasafnið. Þetta var einhverja 8-9 myndir sem eru núna komnar á VF Wikimedia og eru aðgengilegar út allan heim úr höfundarétti og þess vegna frjálsar. Já. Við byrjum á því í janúar að fá þessa myndir sem að varpa skemmtilegu ljósi á atburðin. Já. Og miðluðum þeim áfram og okkur finnst gaman að geta tekið þátt með þeim hætti. Það er markmiðið. Og við erum byrjuð á þessum kvöldum þar sem eins og þú segir allir eru velkomnir í tölvuverið á Landsbókasafninu. Og þá getur menn lagað eða bætt inn greinum og aukið fróðleikinn sem að finna á þessum stórkostlega vef. Akkurat og það er svo margt sem hægt að gera. Það þarf ekki að mæta með einhverja þykka alfræðorðabók og byrja að vinna upp úr því. Það er hægt að endurorða og laga málfar, athuga með stafsendingavillur. Það er hægt að leggja margt af mörkum. Og líka er það líka kannski vettvangur fyrir þá sem að vita eitthvað þessa sögu, vita hvað ég segja, hafa einhvern fróðleik fram að færa en kannski viti ekki alveg hvernig það koma frá sér. Það væri þeiminn skemmtilegra. Það er svo margir sem að geta lagt eitthvað mörkum sem að erfitt er að finna annars staðar. Þekkingin liggur mjög víða hjá fólki og er kannski þar en ekki einhverju tiltekinni bók eða heimild sem er auðvelt að hafa upp á. Það er náttúrulega þannig að í Wikipedia þarf að vísi heimildir varðandi allt en punkturinn hjá mér er við þurfum að fagna fjölbreytninni og það geta allir lagt mikilvæga hluti að mörkum. Já. Nú Salvör, ef við förum kannski aðeins út í því að fjalla Wikimedia notendur. Hvað er Wikimedia notandi? Það er bara sá sem að ítir á, það er svona hnappur sem heitir, eða flipi sem heitir breytingar og leið og ítir á breytingar, þú ert að lesa Wikipedia og oftast er það þannig að þú byrjar þannig að þú sérði eitthvað sem að er vitlaust eða mætti vera eitthvað öðruvísi og þú smellir á breytingarhnappinn og skrifar inn eitthvað þá ertu, og smellir svo að vista, þá ertu orðin Wikipedia notandi. Eða þú ert auðvitað notandi ef þú lest Wikipedia en það eru sama fólki sem les Wikipedia og er að breyta því og þetta er svona bara enginn á nútímanum að við erum það er svona minna bil á milli fræðimannsins og þess sem að nota þekkingana og þessi sköpun á sér sköpun á þekkingu og sáttum merkingu hún á sér stað saman og við bara gerum betri greinar ef að þeir sem að lesa eru þáttakendur í að skrifa líka. Já, nú Wikipedia, þessi vefur er 10-12 ára gamall eitthvað? Wikipedia vefurinn er hann núna, þeir héldu upp á 10 ára afmæli allavega ári fyrir við. Þannig að Wikipedia er, ætla að segja 13 ára eitthvað svo. 13 ára, já. En þetta er alveg ótrúlegur vefur sem að fyrir 13 árum hefur mann kannski ekki boðið í grunn
að þetta verða, alfræði vefur alheimsins, eða veraldar. Já, og eru opbóðslega sterkur á vissum sviðum, sérstaklega á sviðum að sem eru mikla breytingar og mikilvægt að margir taki þátt í að skrifa og þekkingi komi hér og þar að. Og það svona að því að ennþá svona miklar efasemdir meðal fræðimanna gildi Wikipedia, að þá Wikipedia greinarnar oft svona fyrsta ákveðin efni á mjög þröngu fræðilegu sviði. Það kannski fyrsta og besta svona yfirlitsgreinin einhver fræði á Wikipedia. Einmitt. Nú, maður tekur eftir því að fólk, almenningur notar þessa vefsíðu mjög mikið. Já, það eins og Salvar segir, ég held að Wikipedia sé nánast bara undantekningarlaust staðurinn sem fólk fer á þegar það vantar upplýsingar til þess að átta sig. Svo ef þú þarft að gera eitthvað mjög merkilegt, þá leitaru fanga víðar. Já. En fólk held ég treysti almennt upplýsingum þar og byrji oft á að leita þangað. Líka af því að Google niðurstöðunar sem raðast eftir vinsældum, það hérna svona, Wikipedia ofalega á þeim niðurstöðum. Já, maður tekur eftir því þegar maður googlar og þá það eiginlega bara alltaf efsta niðurstöðan. Já, það líka góð ástæði fyrir því, það því fólk notar þetta og treystir þessu. Og svo líka hvernig greinarnar eru byggðar upp, það eru oft svona mikið tengingar í annað efni og það bara svona reikniforrita í Google sem gerir það verkum að þess vegna raðast þetta svona ofalega. Já. En Wikipedia tvímælalaust orðin þekkingarlind heimsins sem margir reiða sig á og fólk það ætti líka átta sig á að þetta ekki bara alfræðirit sem á mörgum tungumálum, heldur fylgir með þessu gríðarlega mikið gagnasafn sem fyrst og fremst myndir í dag en verður örugglega vídeó og hljóðskrár og jafnvel margt annað og það kallað Commons sem svona stæðsti grunnur af myndum sem með opnu höfundaleyfi sem að þú getur notað. Skilju. Og svo líka eitt sem að einkennir efni á Wikipedia að þú getur tekið það, þú þarft ekki að spyrja leyfi. Nei. Þetta alltaf. Þetta opið. Já. Hvernig hefur þetta gengið, Hrafn, getur þú kannski satt okkur frá því vegna þess að þessi Wikipedia, þetta virðist vera algjörlega, það ekki einn stofnun á bakvið þetta eða einhvers konar Jú, það stofnun á bakvið þetta. Nú það. Wikimedia Foundation með höfuðstöður í San Francisco og það alþjóðlegt batteri og það mjög fáir starfsmenn, ég held að séu bara með hvað maður myndi kannski ætla, það eitthvað 100 plus starfsmenn, það bara eins og Landsbókasafni, það sem ég vinn. Já. En og það stjórn sem alþjóðlega skipuð, eitthvað einvala lið sem ég kann nú ekki frekar deila á. En og þau mynda stefnu og gefa út áskýrslu og taka einhverjar hinnar þessu ákvarðanir sem ég veit nú heldur ekki deila á. Og svo sérstakt viki sem svona metaviki sem fyrir þá sem eru virkir og það sem eru rætt svona ýmislegt nýtt og það eiginlega alltaf langt ferli þegar teknar upp einhverja nýja reglur og þeir sem að hafa verið, það fer eftir hversu virkum maður hefur að vera á Wikipedia hvort maður hefur kosningarétt. Þannig að ef maður hefur tekið mikið þátt í að breyta greinum og skrifa greinar þá fær maður kemur stundu flipi ofan á hjá manni að maður bent á að taka þátt í kosningum hinn á þessi mál. Þannig að þú verður ávinnaði réttin til þáttöku. Já, og líka til að vera stjórnandi. Af því að það venjulega notandi að geta hver sem skráð sinn og hver sem líka bara breytt á þess að skráð sinn en til þess að vera stjórnandi sem að hefur í sjálf sér engin önnur réttindi en hann getur líka eitt greinum þá verður að ávinnaður inn að hafa tekið þátt. Já, þannig nú náttúrulega innboðið að það hægt að misnota svona kerfi sem svona opið þar að segja í persónulegum tilgangi eða rætnum eða hvað sem þannig að það virt eftirlit eftir því sem sett inn. Misjafnt eftir ákvaða tungumáli. Á Íslandi lítið samfélag og það bestafalli 10 manns sem vaktar hvað að gerast og ef það komið auga eitthvað þá það sjálfsögur leiðrétt.
enska Wikipedian náttúrulega alþjóðleg og enska tungumál sem allir hvar sem í heiminu nota. Það mjög öflugt eftirlit þar og sjálfvirkt að hluta til. Það eru forrit sem keyra sem að gera vissar athuganir og til dæmis leita bara að blótsyrðum og fleira. Já. Sem að öll í höfni eiga ekki mikið erindi. Nei, inn í þetta. Inn í alfræðirit nema kannski sem hlutlega umfjöllunum blótsyrði. En hvað það? Já, þannig að það eftirlit, en þetta ekki óskíkult. Þetta ekki hvað fyrirgjöðu? Þetta ekki óskeikult. Nei, og það eru ofta villur, maður uppgötar ekki, það einhver villa eða eitthvað mjög baslega orðað eða eitthvað flip sem hefur verið inni í stundu síðan maður eitthvað sem hefur verið 2-3 ár. Þá hefur engin svona vanur Wikipedia notandi skoðað þessa grein. Nei, mitt er ekki augun í. Nei. En það nefnilega kannski aðal styrkurinn og kannski veikleiki líka kannski leiðinni, en aðal styrkurinn sá að það geta allir lagt eitthvað að mörgum. Algjörlega. Styrkleiki. Þetta er lýðræðisvæðing þekkingar, almennari þekkingar. Það er eitt sem að fólk átta sig á að það er gríðarlega mikið styrkleiki hvað það er lítil trappa og engin til þess að geta tekið þátt og komið inn sínum breytingum vegna þess að við gefum okkur, ef við höldum að allir sé að skemma, þá erum við að gefa okkur eitthvað mannlegt innrætti sem að ekki. Flesti sem að vinna Wikipedia að gera það til þess að bæta þarna í sarpinn. Fólk veit að þetta er svona alþjóðleg þekkingarlein sem enginn á og það að vísu við sjáum fyrir kosningar að stjórnmálamenn leggja áherslu á til dæmis að hafa góða greinar sig. Já, góðan prófíl. Og stundum fyrirtæki að gera eitthvað svona sem er svona eins og auglýsing að þá er því greinarna með að vera en þeim er breytt þannig að það séu svona skrifa á hlutlausan hátt. Já, en svo við víkjum nú kannski eftir að þessu verkefni sem að þið eru með í gangi, félag Wikimedia notenda, það að segja þetta, samvinnan við framkvæmdanefndina 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna, að þetta komið á stað, segið þið. Já. Hvernig hefur þáttakan verið? Hvernig hefur gengið? Hvernig er fólk að bregðast við og koma og leggja af mörkum? Já, ég hef alltaf haft þær væntingar til verkefnisins, þá er að tala Wikipedia verkefnisins í víðum skilningi, að það tæki fleiri þátt. Að þetta verði næstu bara verkfæri sem að Jón Jónsson notar og finnst sjálfsagt. Því hann getur vissulega lagt af mörkum og verið þáttakandi og þá er þetta betra fyrir vikið, ég trú því. Fleiri augu greina villur betur og svo framvegis. Við vorum í gær með kvöld og það mætti einn nemandi frá Háskóla Íslands og vann grein á íslensku Wikipedia upp úr ritgerð sem hún var með sem hún hafði unnið og það er bara glimrandi gott dæmi hvernig þetta leggja eitthvað á mörkum. Það er svo mikið í skólanum sem er unnið, verkefni og annað sem að síðan bara safnaríkið er hendið verður ekkert meira úr en áfullt erindi eins og til dæmis kannski á Wikipedia. Nú veit maður til dæmis Íslendingar hafa alltaf verið mjög áhuga samur þjóðlegan fróðleik og kemur mjög mikið til að tímaritum og bókum og skriflegum heimildum þjóðlegan fróðleik. Já. einhvern veginn hef ég hafa tilfinningu að það hafi ekki alveg skilað sér inn í okkar Wikipediu. Það er kannski eitthvað kynslóðabil. Já, og það er líka, já, það er kynslóðabil og það er þannig að fyrstu árin, þegar ég byrja að skrifa Wikipedia, þá er þetta fyrstu árin svona tölvufólk sem að stráka sem voru í tölvunafræði eða eitthvað tengt við tölvun. En það hefur breyst núna, það er ekki eins erfitt að skrifa, þetta er miklu auðveldara að taka þá. Já. Þetta er í raun fyrir eitthvað sambærilegt bara bloggi þannig. Og ég hef allavega reynt til dæmis að skrifa handavinnu kvenna, til dæmis harðangur, saum og þess að þar. Og ég bind vonum við það að fólk sem að vinnur svona, til dæmis að héras skjalasöfnum og svona í ýmsum stöðum að sem að þekking verður til sem að þú getur ekki fengið neins þar annars þar að þú takir þátt því að gera þetta góðu verki sem að endurspeglar íslenska þjóðmenningu. Þetta hljómar vel og við komumst nú ekki mikið lengra en þetta er frábært verkefni og gott tækifæri til að vekja athygli á
þessum mikilvæga vef á netinu sem við notum svo mikið og svo mikilvægur fyrir já, hvað ég segja, bara lýðræði og þekkingu. Má ég aðeins skjóta inn í? Gjörðu svo vel. Bara í lokin, já, að fólk velkomið að koma í Landsbókasafni á 50 dögum, milli 5 og 7, þar verða vanir notendur sem veita leiðbeiningu. Og svo gaman að segja frá því að félagi verður með nýtt verkefni í samvinnu við Kópavogsbæ. Við fáum smá styrk þaðan frá lista- og menningarnefnd til þess að vera í bókasafni Kópavogs, en það ennþá eftir ákveða stund. Já, fyrir það verkefni. Fyrir það verkefni. En Hrafna H. Malmquist og Salvör K. Gissurardóttir, kæra þakki fyrir komuna í mannlegan þáttinn.